Á aðvendunni hlaupum við búða á milli í leita henni fullkomnu gjöf, stærstu steikinni, besta jólabjórnum, skærustu jólaseríunni, sætasta jólakonfektinu og svo mætti lengi telja. Öll viljum við jú geta haldið jólin sem hátíðlegust og haft það sem notalegast í faðmi fjölskyldunar jólin. Raunin þó sú að það ekki allir sem geta leyft sér þennan munað jólana. Ekki frekar en nokkurn annan munað hina daga ársins. Hér ætlum við því að staldra aðeins við og minna okkur á að allur þessi munaður ekki sjálfsagður hlutur. Það auðvitað bæði efnislegt sem fólk skortir oft, mat og gjafir og slíkt. Margir finna ofsalega fyrir því, það náttúrulega svolítið kröfur í samfélaginu. Fyrir jólin á maður að fara á tónleika og maður á að fara á alls konar viðburði, jólahlaðborð gjarnan og svona. Og það gríðarlegu kostnaður að fara á svoleiðis. Og það svona þessar samfélagslegu kröfur kannski sem fólk helst getur ekki uppfyllt. En svo líka bara svo mikil einmanleiki. Það svo mikil félagsleg fátækt. Margir einstæðingar og sem kvíða gjarnan jólunum ef þeir hafa engan til þess að deila þeim með. Inn á milli í jólaösinni leynist hjálpræðisherinn með baukinn sinn. En hvernig skildi jólasöfnunin hafa farið á stað í ár? Söfnunin hún fór allavega ofsalega vel á stað þetta árið. Og sem auðvitað ofsalega mikilvægt fyrir okkur í hjálpræðishernum því að þetta stendur undir okkar velferðarstarfi sem ekki bara, þó það sé nú kannski mest áberandi núna fyrir jólin, þá það alls ekki bara bundið við akkurat þennan árstíma. Þannig að peningurinn hann nýttur hina mánuðina? Já, það allt árið sem að fólk í neyð og þetta velferðarsjóðurinn sem við söfnum í hérna og notum þetta allt árið til þess að hjálpa fólki hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Og það engin kostnaður sem að tekin af þessum sjóði. Þannig að þetta 100 kallinn sem þú setur í pottinn, hann fer í hjálparstarfið. Og það ýmislegt að vera hérna hjá okkur í desember. Já, það nú alltaf nóg að vera, en það breytist svo lítið svona í aðdraganda jólana. Núna jólaaðstoðin í fullum gangi, þar sem sagt samstarf hjálpræðishersins og það hjálparstarf kirkjunnar, Rauði krossinn og Mæðrastyrksnefnd. Við erum í samstarfi núna og úthlutunin núna bara í dag og á morgun. Og það þessi svona hefðbundna jólaúthlutun þar sem fólk að fá aðstoð með jólamat og slíkt. Og svo núna í vikunni líka úthlutun upp í Hertex, nytjamarkaðnum okkar. Og svo erum við náttúrulega með svona auka verkefni sem til dæmis það að við erum í samstarfi við hjálpræðisherinn í Núk og sendum þangað, höfum gert árlega núna í nokkur ár, sendum þangað kassa fullan af ull. Það lopapavörur, húfur, peysur, vettlingar og svo framvegis. Við kvörtum undan köldum og snjóþungum dögum hérna á Akureyri þessa dagana en ég held að við kannski ekki að kvarta svo mikið með þá sem eru illa staddir og búa á Grænlandi. Og það munar hvert einasta stykki og við erum bæði að senda þar vörur sem eru prjónaðar sérstaklega í það verkefni og eins erum við að senda vörur sem koma inn í nytjamarkaðinn hjá okkur sem við metum að nýtist betur ef við sendum þar út heldur en ef við seljum þar í markaðnum hjá okkur. Af hverju Grænland þörfin þar fyrir aðstoð mikil? Já, það kemur óvart hvað eru margir heimilislausir á Grænlandi. Þar hjálpræðisherinn hann með þessu kallum Williamskaffi. Þar kemur fólk að fara að borða. Þetta 5 daga í viku og þannig erum við að tala kjarnmiklar máltíðar. Og þeir sem að þarna koma hafa ekki fasta búsetu eða fastan stað til að sofa á. Þannig að þeir útvegar sér pláss fyrir skrokkinn á sér í geymslum jafnvel eða hitakompum eða hvar sem og borga það dýruverði. Þannig að við ákváðum þá að íslenska ullin væri nú eitthvað sem við getum lagt til og hjálpa þeim sem að starfa við þetta út í Grænlandi. Og það bara kærkomið að gera það. Þannig að þetta raunverulega bara fyrir okkur vinna að safna þessu saman, pakka þessu og koma þessu út. Það eina fyrirhöfnin í okkur. En það eru síðan akureyringar og nærsveitamenn sem að prjóna og gefa í þetta. Það þeim að þakka að við getum gert þetta. Þegar maður talar svona hjálparstarf sem fer til útlanda, þá kannski Grænland ekki, eða svona okkar næstu nágrannar, ekki þeir fyrstu sem okkur dettur í hug. Það eitthvað sem töluvert lengra í burtu sem manni dettur kannski frekar í hug. Mörg hver eru að vandræðast með að finna gjafir handa þeim sem eiga allt og ekkert vantar. Munum þá að það eru til þeir sem ekkert eiga og vantar flest.
Þeim getum við líka gefið gjöf. Jólin snúast jú ást og kærleika, gjafmildi og vera góðu hvort annað, ekki satt? Það hljómar eins og einhver voðaleg klísja, en þetta bara klísja vegna þess að það satt, að margt smátt gerir eitt stórt. Og ég meina, það eru mörg þúsund manns hér í bæjarfélaginu og ekki allir sem þurfa á aðstoð að halda. En ef það eru margir sem geta aðstoð þó ekki sínum að lítið, þá það safnast þegar saman kemur og munar slíkt. Það felst í því mannlega reisn að geta haft ísug á. Og það er jólagjöfin sem að við hinn getum gefið öllum hinnum sem að ekki hafa þetta. Það er matur og það er fatnaður og það er að geta haldið jól og það er mannlega reisn í því fólki. Og þá finnur fólk að það er einhvers virði. Þetta er mjög mikilvægt að við sem samfélag stöndum upp og við látum ekki nágranna okkar þjást. Í alvöru talað. Þetta er bara jólagjöfin í ár.